Á meinafræðideildinni þá erum við að greina sjúkdóma í dýrum og það getur verið smitsjúkdómar, það getur verið æxli, það getur verið efnaskiptasjúkdómar og til þess að greina þessu sjúkdóma þá fáum við ýmist inn dýr, hræ af sjálfdauðum dýrum og þá þurfum við að kryfja þær. Það er ansi svona krefjandi eða svona vinnulega séð dálítið krefjandi vinna. Maður kryfur, skoðar dýrin og tekur svo sýni í áframhaldandi rannsókn því oft getur maður ekki greint sjúkdómana bara út frá því að kryfja. Maður þarf að setja í sýklaræktun til dæmis, maður setja í vefjaskoðun og svona fleiri rannsóknir. Þetta er ein hliðin, síðan erum við líka með skoða líffæri úr dýrum. Það er nú kannski aðalega úr sláturhúsum sem að þau sýni koma og svo er það vefjasýni sem er aðalega í gæludýrum, hundar og kettir. Og þá er maður fyrst og fremst að greina æxli, það er svona algengasta. Þetta er í þjónustu rannsóknum og dýrategundur sem við fáum aðalega inn, alifuglar, fyrst og fremst það er stærsti fjöldinn, síðan eru hundar og kettir. Sauðfé er ansi stór hluti líka, bæði krufningar á hræjum og á líffærum og svo koma svona inn eitt og annað aðra dýrategundur, einstaklega sinnum líka vilddýr. Vefjarannsóknir er hluti af raun og veru meinafræðinni að þá maður að taka sýni til dæmis í líffærum og koma maður þannig form að maður getur skoðað í smásjá og það þarf að herða þessi sýni í formalíni og síðan fer þetta í vefjavinnsluvél þar sem maður vatnið er tekið úr sýnunum til þess að koma paraffíni inn þannig að það sé hægt að steypa sýnin í litla kubba og síðan er teknar örþunnarsneiðar af þessum vefjasýnum og litað á mismunandi hátt til þess að hægt að greina til dæmis ef eru bólgur, ef eru sýkingar, æxli líka. Síðan hægt að gera mismunandi litanir sem að hjálpa til að greina. Líka svokallar mótefnalitanir sem að getur til dæmis lita fyrir veiruefnum, bakteríum og allt þetta hjálpa til að komast að einhverju greiningu. Vefjavinnsla hjá okkur við erum líka að bjóða upp á að taka við sýnum frá öðrum aðilum, bæði innan stofnunar og utan stofnunar. Og þá með vefjavinnslu skera sem sagt til sýnin og lita fyrir aðra aðila sem svo eru í einhverjum ýmsum rannsóknum. Og þetta er dálítið stór partur núna orðið af vinnunni hjá okkur. Og önnur þjónusta sem við erum með er líka blóðmeinafræði en hún gerum við aðalega í tengslum við einhver stærri verkefni. Sko þegar maður er að sjúkdómagreina, sem dæmi er að við fáum náttúrulega mikið inn bæði sauðfé, hræ og líffæri, þá sér maður að það er til dæmis einhverju lungnasjúkdómar í gangi hjá þeim og það gefur tilefni kannski til að fara áframhaldandi rannsóknir á ákveðnum sjúkdómum. Og þannig tengjast grunnrannsóknirnar því að þá fær maður að vita hvað er eiginlega vandamálið þarna úti, hvað þurfum við að vita, hvað þurfum við að rannsaka til að geta kannski komið einhverjar niðurstöður hvernig á að hjálpa eða vernda gegn einhverjum ákveðnum sjúkdómum og þannig að þessar sjúkdómagreiningar eru þannig mikilvægar í þessum lið, stuðla grunnrannsóknum og öfugt. Keldur er eini staðurinn þar sem eru stundaðar sjúkdómagreiningar í dýrum. Þannig að það er mjög mikilvægt að þessi starfsemi haldi áfram.